Guðspjallið skrifar Guðspjallamaðurinn Lúkas. Guði sé lof og dýrð fyrir sinn gleðilega boðskap. Guðspjall þessa drottins dags að finna í Lúkas Guðspjalli, 18. kafla, og það eru vers 31 til 34. Það hljóða svo í Jesú nafni. Hann tók þá 12 til sín og sagði við þá: Nú förum við upp til Jerúsalem og mun allt það koma fram við mannssonin sem skrifað hjá spámönnunum. Hann verður framseldur heiðingjum, menn munu hæða hann, misþyrma honum og hrækja á hann. Þeir munu húðstrykja hann og lífláta, en á þriðja degi mun hann upprísa. En þeir skildu ekkert af þessu. Orð þessi voru þeim hulin og þeir skynjuðu ekki það sem sagt var. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Guðspjallin segja okkur frá ýmsum atvikum þar sem að Jesús ýjar svona að dauða sínum og upprisu. Svona staðir þar sem auðvelt að hlaupa yfir. Maður skilur ekki alveg hvað hann að segja og þetta er svona kryptist svolítið. Það eru svona orð sem eru til benda í þessa átt, en það er kannski hægt að skilja á því aðra átt líka. En síðan í ljósi atburðana, þegar maður hugsaði það á eftir, þá var augljóst, já, ok, hann var að tala dauða sinn og upprisu. Það er það sem hann átti við með þessu. Til dæmis var það þannig í 13. kafla, þegar Jesús reynir að þegar farisearnir, og ég meina, það kemur okkur kannski óvart, en farisearnir, þeir reyndu að vara Jesú við því að Heródes konungur vildi taka hann á lífi. Ekki vera að fara til Jerúsalem, hann kemur bara og drepur þig. Og hvað segir Jesús við því? Hann segir, nú það er bara viðeigandi að spámaður sé tekinn af lífi í Jerúsalem. Hvað er hann að meina þar? Er hann að segja, já, ok, það er þess virði að fara, kannski gengur þetta vel, kannski hugsaði maður þannig þegar maður heyrir þetta fyrst, en þegar maður sér þetta í ljósi atburðuna, þá skilur maður að Jesús var að ýja að því, það var einmitt það sem átti að gerast. En síðan segja Guðspjallin frá nákvæmlega 3 atvikum. Þar sem að Jesú er ekki að ýja að neinu, hann segir þetta bara berum orðum. Þetta er það sem er að fara að gerast. Hann talar dauða sinn, hann talar smánina, hann talar það að hann verður dæmdur, það verður hrækt á hann og hann verður tekinn af lífi, og hann talar líka það að hann muni rísa upp frá dauðum. Vissulega getur það hafa gerst oftar í raun og veru, en það eru 3 atvik sem okkur er sagt frá. Og fyrsta skiptið er utan við bæinn Sesari í Filippi, alveg nyrst í landinu helga, og þetta gerist þá í beinu framhaldi af því að Pétur postuli segir fyrir hönd postulana allra og játar hver Jesús er. Hann segir, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Og þegar Pétur hefur gert þetta, þá segir Jesús, já, þetta er rétt. Og síðan heldur hann áfram og segir, þetta er það sem átt að gerast núna. Og hann fer bara ofan í þetta punkt fyrir punkt. Þetta er það sem er að fara að gerast. Og það er augljóst að postularnir þeir skilja hvað hann er að segja. Allavega skilja þetta á yfirborðinu. Þetta eru atburðirnir sem hann segir að eigi að gerast. En þóttir hafa skilið orðin, þá virðist þeir ekki hafa skilið tilgangin með þeim. Þess vegna kemur þetta svona alveg í opnaskjöldu, Pétur, hvað er hann að segja? Og Pétur tekur Jesú með sér bara afsíðis og segir, hætt að tala svona. Hann ávítar Jesú og segir, þetta gengur ekki, sko. Hvaða svartsýn er þetta heila? Ekki tala svona. Hvernig gat Kristur látið sér detti í hug svona vitleysa? Já, það fannst Pétri allavega. Annað skiptið sem að Jesús talar greinilega dauða sinn og upprisu, það er bara örfáum dögum síðar, kannski jafnvel bara degi síðar, eftir að Jesús hafði verið í fjallgöngum í Pétri, Jakobi og Jóhannesi og sinnt dýrð sína upp á fjallinu. Og þegar hann kemur niður, þá er smá atvik sem á sér stað þar, en síðan segir hann þetta aftur, hann endurtekur það sem hann var búinn að segja. Nú, þar á eftir þá ganga Jesú og lærisveinarnir 200 kilometra leið. Dálítið langt að ganga og það á víst að vera hægt að gera þetta á 2 dögum, en ég held að það gerist það mikið í millitíðinni að þetta hefur tekið pínlítið lengri tíma. En allavega, þá eru komnir niður með öllum þessum Jórdándal. Þeir byrja efst í dalnum og eru komnir alveg neðst og að ósnum þar sem að áin rennur út í Dauðahafið.
og þar maður sko miklu dýpi, ég held að sé 500 metrar undir sjávarmáli og síðan horfaður upp í hlíðina sem liggur upp að Jerúsalem. Þeir eru alveg niðri, Jerikó borginni fyrir framan þá og síðan leiðin upp í fjöll og Jesus segir, núna, sjáðu, nú erum við að fara þessa leið upp í fjöll til Jerúsalem borgar og hér það sem áttur að gerast þar. Kannski voru lærisveinarnir búin að þrengja einhvern aftur í hugan, vona að þetta var bara vondur draumur, hvað var Jesus eiginlega að tala þetta ekkert að fara að gera svona, en núna eru þau komnir að fjallinu og Jesus segir bara, þetta það sem að fara að gerast, hér verð ég tekin höndum, hér verð ég drepinn og síðan mín ég rísa upp frá dauðum. Kannski heldur þeir ennþá að hann væri að ýkja eitthvað eða hann væri bara óþarflega svartsýnn og það þyrfti ekki að hugsa svona, eða kannski var hann að tala að þetta áhættan við það að fara inn í borgina. Þeir vissu það svo sem sjálfur að þetta var hættulegt, það voru óvinir Jesú í Jerúsalemborg. En gat það virkilega farið svona illa? Og þeir höfðu náttúrulega verið með Jesú þegar hann hafði lent í svona klípu áður. Að þeir vildu í Nasaret til dæmis ætlaðu að hrinda honum fram að kletti. Og áður í Jerúsalem höfðu þeir ætlaðu að grýta hann til dauða, en það hafði ekkert orðið af því, en þess að Jesús hafði leynst og farið í burtu og komið sér út úr klípunni. Þannig að kannski hugsaðu að það myndi gerast. En þeir skildu ekki það sem Jesús var raunverulega að segja. Og við heyrðum þetta lesið áðan í ritningalestrinum úr 1. Korintubréfi. Við heyrðum því að orð krossins heimska þeim glatast, en oss sem hólpnir verðum það kraftur Guðs. Þessi boðskap að Jesús deyr og rís aftur upp frá dauðum. Fyrir það sem að hugsa algjörlega veraldlega, þetta allt sem til, þá þetta bara heimska að tala svona. En orð Guðs leyndardómur. Ekki að því leitinu til að það sé eitthvað leynilegt við það. Orðin eru hérna, þau eru í Biblíunni. En þau eru leyndardómur að þeim hættunum til að það geta ekki allir skilið þessi orð. Því þeir einir geta skilið það sem Guð hefur opinberað það fyrir. Aftur fjallar það ekki að skilja það á yfirborðinu. Við getum lesið, allir geta lesið þetta og skilið. Jesús dó og reis upp frá dauðum. En það að skilja merkinguna og þá sérstaklega að þetta gerði hann. Það ekki bara eitthvað sem hann gerði, heldur hann gerði það fyrir þig. Og svoleiðis skilningur, sama hver segir það, sama hvar þú lest það, ef þú átt þann skilning þá það opinberun frá Guði, eitthvað sem heilagur andi hefur unnið í þér. Nú, þegar Pétur postuli játaði að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, þá sagði Jesús við hann, þessi skilningur opinberun frá Guði. En engu að síður hafði hvorki hann Pétur, né hinir postularnir skilið hvað það þýddi að Jesús væri Kristur. Þeir skildu að hann var það, en hvað þýðir það eiginlega? Hvaða merkingu hefur það? Þeir skildu ekki að Messias átti að koma tvisvar. Þeir hefðu skilið þetta þannig að Messias átti að koma, Kristur, til þess að stofna friðaríki á jörð og þar átti allt að vera gott og friður, engin stríð og engin sjúkdómar, ekkert var að. En þeir hefðu einhvern veginn ekki náði að þetta var ekki alveg ókeypis. Það kostaði að hann þurfti að gera eitthvað fyrst. Þannig að hann þurfti að koma í fyrra skipti og líða fyrir okkur. Greiða fyrir þetta friðaríki. Og það var það sem Jesús var að fara að gera núna. Þannig að Jesús myndi koma tvisvar. Fyrra skiptið hefur hann komið og síðara skiptið við erum ennþá að bíða eftir því. Þetta svo skilningur sem að postulana vantaði í Guðspjalli dagsins. Og það að skilja og þar með að játa og treysta því að Jesús sé dáinn og upprisin fyrir syndir okkar, að hann mun koma aftur til að stofna sitt eilífa friðaríki og hann gefur okkur rétt til þess að vera hluti af því, það það sem hinn kristna boðun fjallar Sá boðskapur orð krossins og Lúkasar Guðspjall, það hefst með þess að bókstaflega á þeim orðum að það staðhæfir tilgang Guðspjallsins og segir að lesandinn megi ganga úr skuggum, það að segja þekkja og skilja, sannindi þeirra frásagna sem þú hefur fræðst Það þannig sem Guðspjallið byrjar. En hvernig stendur þá á því að ég get lesið þetta
beint upp úr Biblíunni og sagt þetta frá ræðustólnum í dag. Og sama tíma lesum við núna apostular Jesú Krist sem hefur fylgt honum í 3 ár, bókstaflega gengið við hliðina á Jesú Kristi og hlustað á hann tala, beint til þeirra, haft umræður við hann og þeir skilduð ekki. Hvernig í ósköpunum getur staðið á því? Og svarið í rauninni mjög einfalt. Þessir atburðir hefðu ennþá ekki átt sér stað og opinberunin var ekki fullnuð. En það var ekki langt í það. Það voru bara fáeinir dagar. Og þá mættu bæði postularnir, þeir sem voru með Jesú hér og aðrir lærisveinar einnig, þeir mættu hinum uppreisna Kristi. Kristi sem hafði dáið og risið upp frá dauðum. Og þá sáu þeir og skildu. Þá gátu þeir hugsað aftur til þess sem Jesús hafði sagt ítrekað og skilið hvað hann var raunverulega að segja þeim. Þá sáu þeir þekktu, þeir skildu og þeir trúðu. Og það er ein saga sem kemur alveg í lokin á þessu guðspjalli í 24. kafla. Það eru 2 leiðangursmenn á leið frá Jerúsalem til bæjarins Emmaus sama dag og Jesús rís upp frá dauðum. Og meðan þeir eru að ganga þennan stíg þá slæst Jesú í för með þeim, hinn uppreisni Jesú, og þeir þekkja hann ekki þegar þeir sjá hann. Og þeir byrja að tala við hann og hann er eitthvað voðalega glaður. Og þeir eru svo hissa, hefur ekki heyrt eða hefur ekki tekið eftir því sem gerðist í Jerúsalem þessa síðustu daga? Jesús sem við héldum að væri spámaðurinn sem myndi bjarga okkur, hann var bara tekinn á lífi. Hvar hefur þú eiginlega verið? Segja við Jesú. Hann sem var tekinn á lífi. Og síðan byrjar hann að útskýra fyrir þeim út frá Gamla testamentinu. En vitið ekki að Gamla testamentið sagði að þetta ætti að koma fram við Messias? Vitið ekki að hann átti að líða og deyja og rísa upp frá dauðum? Og þeir hlusta á hann og sem koma þær að bænum og segja, nú er komið kvöld, hérna, komdu inn, við getum gist hjá okkur, það er hættilegt að vera úti, það eru ræningjar og þess áttar og borðaði með okkur. Og þeir setjast að borði og Jesús tekur brauð til að gefa þeim og brýtur það og allt í hennu áttaði sig á því hver þessi maður er. Þá opnast augu þeirra og þeir skilja. Þeir sjá hann. Allt í hennu er það opinbert fyrir þeim og þeir trúa því sem þeir hafa séð. Og Jesús hverfur þeim sjónum og þeir, jafnvel þetta sé kvöld og hættulegt að vera úti, þá hlaupa þeir aftur til Jerúsalem til þess að segja postulunum frá því sem þeir hafa upplifað. Hinn dáni og uppreisni Jesús hafði opinberað sig fyrir þeim og þeir skildu, þeir sáu og skildu. Það var hans opinberum til þessara 2 manna. Ég ætla að taka það aðeins saman í lokin. Þetta er í rauninni einfalt. Jesús hafði ítrekað sagt lærisveinum sínum að hann ætti að fara upp til Jerúsalem til þess að vera handtekinn þar, til þess að vera dæmdur til dauða, til þess að vera smáður og píndur og að lokum pyndur til dauða. En á 3. degi skyldi hann rísa upp frá dauðum og lifa eilíflega. Og það að lærisveinir hefði ekki getað skilið þetta ennþá. Þegar Jesús var að segja þetta og benti þeim leiðina, við skulum hafa smá skilning með þeim. Svoleiðis hafði aldrei áður gerst. Þeir skildu enn ekki hver tilgangur Messiasar var, það er að segja tilgang Krists. Þeir vissu að hann átti að koma til þess að stofna þetta friðaríki, en þeir skildu ekki að það krafðist fórnar hans. Það myndi fyrst koma og leggja líf sitt í sölurnar fyrir okkur, til þess að kaupa okkur frjáls frá mætti dauðans til þess að við getum verið hluti af þessu friðaríki. Annars væri þetta friðaríki einlega tómt, það væri enginn í því. En eftir upprisu Krists frá dauðum, þá opnuðust rétningarna fyrir postulunum. Þeir sáu og þeir skildu. Og enn þann dag í dag er okkur gefin þessi boðskapur í heild sinni. Kristur kom í fyrra skipti, hann lét líf sitt, ekki bara fyrir postuluna, ekki bara fyrir þjóð þeirra Ísraels þjóð, heldur fyrir okkur öll. Alla þá sem vilja gefast honum. Fyrir alla þá sem játa Krist og treysta honum fyrir sínu eilífa lífi. Og það er það sem orð krossins fjallar um. Það er okkur gefið til þess að við skildum þekkja Krist, til þess að við skildum skilja og trúa á hann og þar með eiga eilíft líf í honum. Dýrð sé Guði föður sínu og heilögum anda, svo sem var í upphafi enn og verða mun aldir alda. Amen.
Nú skulum við rísa úr sætum og við skulum játa þessa heilugu trú okkar, einmitt þessa trú sem við höfum lesið í Guðspjalli dagsins.